Ásmundur Friðriksson alþingismaður sætir gagnrýni fyrir að hlýða ekki reglum þingsins að þingmenn taki bílaleigubíla en rukki ekki aksturskostnað eftir að þeir eru komnir í 15.000 kílómetra þak sem þingið setti þeim. Ásmundur fékk langhæstu akstursgreiðslurnar á síðasta ári og ég ræddi við hann núna síðdegis. Vertu velkomin í þáttinn, Ásmundur. Takk fyrir Einar. Þú ókst kjördæmið þitt 47.644 kílómetra í fyrra og fékkst frá ríkinu greiddar 4.621.000. FÍB reiknaði fyrir morgunútvarpið á Rás 2 hvaða kostaði þið raunverulega að aka bílnum þessa kílómetra með sliti á dekkjum og öðru viðhaldi og lækkun á virði bílsins vegna aukins aksturs. Og þá kemur í ljós að greiðslurnar frá þinginu eru miklu hærri en útlagður kostnaður þinn vegna akstursins. Og þeim reiknast svo til að þú hafir fengið í vasann ríflega 2,5 milljón króna. Hvað finnst þér það? Ég hef nú ekki reiknað þetta út svona. Ég ætla ekki að draga FÍB í efa það sem þeir eru að segja. Ég aftur á móti gera athugasemdir við svona verðfall á bílum. Ég var nú bara að kanna það sjálfur nú fyrir áramót og það er töluvert meira þetta. Ég held ég að fara með meiri olíu en þetta. Hitt að þessi taxti er ríkistaxti, hann er ekki sami sérstaklega mig. Hann á við alla þingmenn, hann á við alla ríkistarfsmenn og hann á við mjög marga bara í atvinnulífinu sem að miða akstur starfsmanna sína við taxta ríkisins. Þannig að sko, það er ekkert við mig að sakast. Nei, en þú ekur miklu meira en aðrir og ef við bara mér skilst að sá sem var fyrir neðan þig í kjördæminu með 3,6 milljónir en þú segir mér núna fyrir viðtalið að þú hafi alltaf ekið svona mikið frá þú settist á þing 2013. Þetta orðnar að segja háar upphæðir. Ég sagði líka að þegar ég tók ákvörðun það farið í þingi á sínum tíma sumarið 2012 þegar mér var svona búið að koma í prófkjör að þá velti ég lengi fyrir mig hvort ég ætti að fara í þetta að því ég sagði við konuna mína ég veit alveg hvað gerist ef ég fer þetta starf að þá verð ég ekkert heima og það er akkurat það sem hefur gerst. Já. Ég er þannig maður að starfi mitt er jafnan áhugamál mitt númer 1 og ég er alveg óþreytandi við að sinna kjördæminu. Ég hef líka verið alveg óþreytandi við að sinna starfinu í þinginu og ég hef tekið til því að Dagblaðið hefur nú tekið reglulega saman mætingar þingmanna í nefndastörf. Þar hef ég nú yfirleitt verið bara í öðru og þriðja sæti á þessu tíma frá því ég kom á þingi 2013 og verið afar stoltur af því. Og mér finnst líka í þessar umræður sem að mér finnst bara mjög eðlileg. Þetta eru háar tölur af því að ég er ekki að leggja þetta saman svona frá mánuði til mánaðar komið sjálfur með pínlítið óvart. Mér fannst það svolítið háar. Já, ef við bara horfum frá því þú settist á þing, ef við gerum ráð fyrir því að það sé rétt sem þú segir, að það sé engin þingmaður sem keyri jafn mikið og þú, þá er þetta 50.000 kílómetra á ári og þetta eru 24 milljónir sem eru þá, þú færð greiddar. Já, það er nú ekki hægt að fullyrða að sé ég. Nei, ég tek bara þín orð fyrir það, en þá ert þú að fá sjálfur umfram kostnað og umfram náttúrulega launin þín 12,5 milljón króna. Já, ég hef náttúrulega ekki lagt þetta svona fyrir mig. Nei, en ég er að leggja það fyrir þig. Ég veit að þú setur ekki reglunar. Nei, þú ákvarðar ekki hvað þú fær greitt fyrir kílómetran. En finnst þér þetta ekki mér er bara ríkið bara endurskoða þennan taxta ef hann er bara hvetjandi til þess að menn séu að hafa einhvern auka pening út af honum. Ég held að það sé ekkert eðlilegt. Þetta var bara borgað út af rekstrinum bílnum og kannski auðvitað aðeins rúmlega það. Ég held að það sé eðlilegt. Já, það er aldrei 12 milljónir, en þetta er aðeins rúmlega. Við skulum ekki taka, það eru mjög margir sem keyra á vegum ríkisins og það er líka mjög mismunandi hvernig þingmenn ferðast. Ég held að tölum aðeins það, vegna þess að það er í starfsreglunum, segir að ef menn eru komnir upp í 15.000 kílómetra, þá eigi menn að taka bílaleigubíl. Ég held að þær reglur hafi verið setta núna í lok síðasta þings, án samráðs við okkur þingmennir sem erum í þessum heimaakstri og það eru þingmenn sem hafa verið í viðræðum við núverandi forsætisnefnd þessar reglur. Já, en reglan en af hverju ferði ekki eftir henni? Já, ég er að skoða það núna. Ég var búinn að bjóða þinginu það að því ég gerði athugasemdir við þá bíla sem myndi bjóða. Ég ætla ekki að fara að keyra á ónýtum bílaleigubílum, keyrðum 100.000 kílómetra
ég bauð það að nota bara, að leigja bara minn bíl á sömu kjörum og þeir fá til dæmis þessar bílar sem hafa verið að skaffa þingmönnum. Því var ekki... Það þú var að leigja þingjum þinn bíl? Nei, ég bara stakk upp á því til þess að ég vil gera kröfur hvers konar bíl ég á. Já, en ég meina bílaleigurnar eru nú með alls konar toppbíla. Já, þingið náttúrulega ekki að fara að leigja einhverja toppbíla, sko. En ég meina, þú myndir tapa talsverðu fjármunum á því að gera þetta? Já, en það snýst þetta ekki það, sko. Nei, þetta ekki bara maturhóla fyrir þig? Það snýst það að ég njóti öryggis á vegunum og geti ferðast á milli og öruggan og góðan hátt. Já, en sko, þú ekkur ótrúlega mikið, þetta eru 35-6 hringir í kringum landið. Já, sko, ég ætla nú ekki að fara í þennan leik, sko. Já, við getum alveg farið í þennan leik. Hvað er langt í Dúlsins og svona? Jú, ég meina það Ég velti bara fyrir mér, sko, hvað er langt á Selfoss? Hvað er langt á Hellu? Hvað er langt í Vík? Og hvað er langt á Klaustur? Og hvað er langt á Höfn? Og þegar ég beina að koma þangað í einhverjum erindum, þá bara drífi mig. Þá bara legg ég á stað. Já. En við tölum bara sko, það er ekki langt til Hornafjarðar, það er bara að fara á stað. Já, en ef við tölum aðeins bara hvernig þú verð tíma þínum, það segjum að þú keyrir náttúrulega alltaf úr garðinum í vinnuna. Ég er komin í Keflavík núna, það breytir ekki miklu. Okay. En þú talaði það væru 20 kilometrar á ári, cirka fram og tilbaka til vinnu. Eftir standa 30 kilometrar og allur þessi tími sem að þú ert undir stýri, ég meina þetta, segjum þú sért, það var eitthvað sem tók dæmi, meðalhraðin er 70 km hraða, þá ertu 450 klukkustundir í bílnum á ári, það eru 11 vinnuvikur, miðað við 40 stundar vinnuviku og það er næstu í fjórðungur af vinnu árinu, þá ert þú bara undir stýri. Já, en þetta... Er það góð nýting á vinnutíma alþingismanns? Já, sko, þetta er nú vel til viðbóta við þann tíma sem ég er í þinginu. Af því ég er ekki að ferðast í starfi í þinginu. Þetta er á kvöldin, hlustaðu nú hvað ég að segja, þetta er á kvöldin og þetta er helgar. Starf þingmanna á landsbyggðinni byggir nefnilega á því að vera að heimsækja fólkið helgar á kvöldin og á sumrin bæjarhátíðir og ýmislegt sem við erum að sækja og ég tel það bara ekki eftir mér. Hvað með prófkjör, þegar þú fer í prófkjör? Þá nota ég bílinn. Já, en rukkaru þingið afturskostnað þegar þú fer í prófkjör? Ég gera það. Finnst þér eðlilegt að þú sért í innanflokkslag á kostnað skattborgara? Þetta eru reglurnar sem ég kom bara inn í þetta umhverfi. Sko, það voru búin að fullt af þingmönnum á þinginu. Hvað fékkstu mikla peninga fyrir að keyra bílinn í prófkjöri? Hefur þú tekið það saman? Nei. En ég kem bara inn í þetta umhverfi. Ég samdi ekki reglurnar og ég kem bara inn í þetta umhverfi. En þér finnst það alltaf alveg verjanlegt að gera það? Mér finnst bara eðlilegt að menn taki það bara upp og athugi það. Ég er ekkert á móti því. Ég sett ekki leikreglurnar. Nei, en samhliða þingstörfum varstu líka með sjónvarpsþátt sem að, hvað hét hann, Auðlindakistan eða eitthvað svoleiðis á INN. Þar fórstu vítt og breytt kjördæmið. Varstu að rukka aksturskostnað fyrir það? Nei, ég tók engan akstur fyrir það. Og ég hef ekkert verið að rukka neitt fyrir þennan þátt. Ég er á ferðinni kjördæminni og heimsækja þetta fólk. Er þetta að bera það saman í akstursbókinni þinni? Hvaða daga þú fórst í tökur og hvaða daga... Ég bara Það þarf auðvitað að skoða það bara. Já, verður til að fyrsta það? Vistu hvað, Einar? Á þetta ekki að vera allt upp á borðum? Jú, sko, heyrðu, bara sjálfsagt. Þá er það bara hjá öllum, sko. Og ég verð nú að segja eins og af því að þið eru alltaf að reyna að fara í þennan leik. Þið eru búin að vera hún í heila viku að fjalla þetta. Við þá hver? Hérna á Ríkisútvarpinu. Já, fjölmiðlar, allir eru að fylgjast með þessu máli. Og ég verð nú að segja það eins og að það er nú gengið nokkur nærri manni með þetta. Fólk hefur sagt við mig, þetta er náttúrulega miklu líkara einelti heldur en fréttaflutningi. Við erum bara að spyrja það í hvað skattféð fer. Sjáðu til þess sjáðu bara starfsbróðin Helga Seljan. Hann kallar á skoðanabræðu sína í þáttinn sinn og þar bara taka þeir klukkutíma og drulla yfir mig. Hvers konar vinnubrögð eru það? Ég ætla ekki að fara að svara fyrir aðra þætti en þú ert hér til þess að ræða málið og og hér ert þú fenginn til þess að svara fyrir það. Af hverju þú ekkur svona mikið og hvað þið finnst það að fá svona mikla fjármuni umfram raunverulegan kostnað? Ég hef alltaf lagt mína akstursdagbók fram bara í lok hvers mánaðar. Hef ekki fengið athugasemdir það. Þingið hefur ekki kæft mig eða klagað mig. Nei, en það vill hins vegar þú takir bílaleigubíl sem þú gerir ekki. Ég ætla bara að skoða það. Já, skoða það? Ég er að skoða það. Fylgjur ekki ég hefur óanað með þá bíla sem er í boði. Núna er verið að skoða það, hvort að við getum ekki fengið þá bíla sem við viljum.
Og mér finnst bara, þannig að þú vilt ekki, þú sættir þig ekki við bílaleigubílana. Ég meina, er það á það að vera eitthvað í þínu valdi að ráða því hvernig það er? Ég meina, þingið er búið að samþykkja þessar reglur. Já, núna forsætisnefnd til þess að ræða þetta og það eru fulltrúar okkar, þingmenn sem eru að tala við forsætisnefndina þessi mál. Og mér finnst bara mjög mikilvægt að það klárist líka. Þannig að það gildi það bara sömu reglur alla og við skulum bara athuga það þegar þú ert að tala með ég sem er 4,6 milljónir í þennan kostnað sem er mikið, að þá viljum bara benda á það að mjög margir þingmenn getur flogið mikið í svona ferðum. Og það eru þingmenn sem að hafa húsastyrkinn í Reykjavík, þannig að húsastyrkur sem að nálgast 3 milljónir, 70 til 100 flug á ári, þá ertu nú komin þessar 4,6 og svo hafa þeir bíla og eða aðslunsbók. Þannig að vissulega mikil peningur, en Einar, viljum við hafa þingmenn á landsbyggðinni? Viljum við hafa þingmenn sem búa austur á fjörðum með Norðurlandi sem að sækja þingið og gera þeim kleift að búa líka heima á sér? Eða viljum við bara að það séu allir bara 101 rottar? Er það bara það sem þið viljið? Ég veit ekki hvort að mér vilja rottur. Þið talið alltaf svona að það eigi bara alltaf snúast og vera eins og í Reykjavík. Þið hafið enga skilning á því að á landsbyggðinni er mikil eftirspurn til því að þingmennirnir komi í heimsókn, séu sýnilegir, ekki bara fyrir kosningar, heldur allan tíman. Þannig þingmaður er ég og þannig þingmaður ætla ég að vera. Já. Ertu til í að beita þér fyrir því að allar þessar sporslur þingmanna, sama hvað þær heita, séu bara opinberar? Já, ég bara ég hef ekkert við það að núna verður þetta bara sett upp á borðið og þá verður bara sett svona í aðra keppni, hver er þá bara hæstur, hver fær bara mesta stuðningin frá þinginu, er það ekki þá bara eðlilegt að menn skoði það og leggi það bara saman allan kostnaðinn, taki ekki bara eina línu út úr og segja þetta er eitthvað vond leið sem að þingmenn í Suðurkjördæmi og Norðvesturkjördæmi búa við að keyra í þingið. Ég getum við að tekið það ákvörðun að bara leigja mér herbyggi í Reykjavík og fá þá þennan húsnæðisstyrk og sleppa þessum heimakstri. En rétt í lokin. Þið verðið bara átt ykkur á því að þetta er líka hluti af lýðræðinu að þingmenn geti sótt sína kjósendur heim, svo þetta sé nú ekki allt Spurningin er hvort þeir eiga að fá ykkur sérstakt álag fyrir það ofan á launin sín umfram allan kostnað. Þetta er ekki laun, þetta er kostnaður. Já, það er sem ég segi. Og þið verður líka að passa ykkur á því, Við erum ekki að tala um kostnaður. Við erum að tala um fólk í morgunúttarpinu og þeir eru alltaf að segja höldum okkur í þessu viðtali. Þetta kemur til viðbótar á launina. Höldum okkur við að ég meina það er að því að þú færð þetta í vasann. Það er engin annar sem fær þennan umfram kostnað, þess að umfram greiðslur, umfram kostnaðinn þinn. Það er engin annar sem fær það í vasann nema þú. Og þess vegna eru menn að spyrja sig. Ég meina, ætlar hann að endurgreiða eitthvað eða hvað? Þá bara þá hefur ríkið bara eitthvað samið af sér ef það er eitthvað mikill umfram peningur í þessum aksturspenningum. Þannig, ég bjóð þær reglur ekki til einar. Og þær voru ekki settar um mig. Já. Þú ætlar að beita þig fyrir að þetta verði allt saman upp á borðum, nafngreint, hver fær hvað? Ég vitna bara í forseta þingsins, þann ágæta manns, Steingrím Sigfússonar, sem hefur bara boðað það og ég bara fagna því. Ég held að sé eðlilegt að sé allt upp á borðinu og ég held að sé líka eðlilegt að fréttaflutningur á þessum málum, eins og öðrum, að hann sé bara, að þetta sé eitthvað eðlilegt í kringum þetta. Þetta sé ekki bara þessu stöðugt einelti hálfuð þessara stofnunar gagnvart einstaka þingmönnum. Já, við skulum vona að það sé ekki þannig. En þú verður að skilja það að þegar menn aka langmest allra og fá langmestu greiðslurnar, þá er fjallað það. En það þarf nú ekki 10 daga og alla fréttatíma til þess, Nei, það er rétt. Takk fyrir komuna. Já, þess maður geta strax eftir viðtalið þá viðurkenndi Ásmundur að það var farið rangt með þegar hann var spurður út í hvort hann hefði látið ríkið greiða fyrir akstur við upptökur á þættinum Auðlindakistan. Hann sagði að hér í myndveri að upptökufólk hans hefði setið með honum í bílnum á leið í upptökur á þessum viðtölum fyrir INN. Ferðirnar hafi þó fyrst og fremst verið til að hitta kjósendur en tökulið frá sjónvarpsstöðinni INN hafi fengið að fljóta með til að gera sjónvarpsþætti og hann hefði rukkað Alþingi aksturskostnaðinn.